Skapti, veifaðu. Nú, ok. Nei, það er gott. Erum við byrjaðar í álum? Fábært. Á hverju? Er hann ekki á vellinu? Já. Já. Wow. Ég sé var eins hvort þú hafi verið að þessu. Ef ég hef gert það þá ég hefði ekki. Það bara betra og svona. Í spekla. Í kaffi. Það fyrir mitt þá. Strax. Sem er fast. Já. Já, fyrir að spila betur og hann skipti í fyrir. Skemmtilega að hóða. Hann er þó að hann ekki stressaður og bleikir. Hann er að því. Hann er leikinn þegar. Við vorum nýbúin að tala það í útsetningu. Kemur hann hlaupandi með fíling og sekna. Allir leikinn í fyrir. Var þetta hoppkallið og svona? Má ekki bara vera með White Shop. Já. Bara ef maður getur auglýst skil. Varstu búinn að posta hann? Bara hérna káa.is. Káa.is. Þetta eða Facebookinu káa.is. Ok, ég tjekka það. Hann er þá þar. Já. Takk.
Góðan daginn gott fólk og verið velkomin með okkur í áttalúslit í bikar annarflokks kvenna. Það eru þá Þór Káa Hamrarnir sem mæta Ía frá Akranesi. Ég heiti Atli Fannar Júlíusson og með mér er Sindri Skúlason, blessaður. Sælir. Herru, við búumst við hörkuleik í dag. Klárlega. Já, flott. Herru, byrjum á liði heimamanna, eða heimakvenna. Í markinu er Sara Mjöll Jóhannsdóttir, síðan nr. 2 Rut Matthíasdóttir, 4 Emil Eir Pálsdóttir, 5 Anna Rakel Pétursdóttir, 6 Karin María Sigurgeirsdóttir, 7 Margrét Árnadóttir, 8 Andrea Mist Pálsdóttir, 9 fyrirliðin Saga Líf Sigurðardóttir, 10 Þórgunnur Þorsteinsdóttir, 14 Sara Skaftadóttir, 21 Hulda Björk Hannesdóttir. Á varamannabekk Þór Káa er nr. 3 Tinna Arnardóttir, nr. 11 Aldís María Jóhannsdóttir, nr. 15 Eygló Erna Kristjánsdóttir, nr. 17 Arna Sól Sævarsdóttir og nr. 22 Brynhildur Brá Gunnlaugsdóttir. Þjálfarar í dag eru Natalia Gómez og Ingibjörg Gyða Júlíusdóttir. Liðgestana er þannig skipað að í markinu er Katrín María Óskarsdóttir, nr. 3 Sandra Ósk Alfreðsdóttir, nr. 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir, nr. 7 Arna Berg Steinarsdóttir, nr. 11 Karen Þórisdóttir, nr. 13 Hafdís Guðrún Halldórsdóttir, nr. 14 Þórhildur Arna Hilmarsdóttir, nr. 16 Unnur Elva Traustadóttir sem er fyrirliði Skagakvenna, nr. 18 Bergdís Fanný Einarsdóttir, nr. 21 Eva María Jónsdóttir, nr. 27 Lúísa Heiður Guðnadóttir og á varamannabekk Skagamanna eru nr. 5 Halla Margrét Jónsdóttir, nr. 9 Linda Ósk Alfreðsdóttir og nr. 17 Hjördís Brynjarsdóttir. Þjálfarar í dag eru Anita Lísa Svansdóttir og Helena Ólafsdóttir. Leikurinn er byrjaður og ja, Þór Káa búinn að vera með boltan alla þessa 1,5 mínútu. Ja, rúmu 1 mínútu. Hér er færi. Þarna viljum við sjá hann að klára þetta. Gefið færi. En vel var eins og þar. Já, ég held þetta er rángstæða. Já, þetta virkaði mjög tæft en hún var ekki rángstæða, þannig að þá viljum við bara sjá hann að klára þetta. Já, það hefur verið gaman. Hún er alein á til markmanni en Opna leikinn. já, sterkt að byrja með marki en vel var eins og þar. Já, má ekki taka neitt Já, á markmann. Katrín María Óskarsdóttir. Langur fram, Ía skallan, Ruti komið með hann. Reynir að finna Margréti en Skagakonur hreinsaði í burtu. Og það er innkast sem Þór Káa á. Anna Rakel með boltann, kemur með langan í gegn og Andrea mist í kapphlaupinu. Hér er Og hún lætur aftur verja frá sér en Magga reynir að koma boltann fyrir en stoppaði línuverðin eitthvað. Skagastelpuna og bjargaði horn. Fín sókn aftur hjá Þór Káa en nú aftur eru þær að láta verja frá sér. Já, byrjaði þetta mjög sterkt. Já, þær eru að byrja þetta krafti. Þær eru klárlega að reyna að skora snemma. Bara senda skilaboð. Já, skilabóð. Með að gang leiksins allavega. Er ekki á hlottspil þegar 3 mínútur. Já, nei. Sér ekki alveg hverju að Nei, taka. sé ekki alveg hvað það er. Er inn í Skagastelpu skallið burtu. Saga með boltan. Vel gert. Flottur bolti. Þórgunnur hittir ekki. Margrét nær honum ekki. Andrea. Hún tar önnur Rakel og hún er skot rétt framhjá. Já. Svona talum. Það er alltaf klárlega að skora í byrjun. Eða að skora snemma allavega. Það er... Þá hún fengið 2 eða 1 alveg dauðafæri. Annað svona sem var pínu kapphlaup en gott færi eins og svo hann þriðja núna hérna skotfyrir á teg, þannig að það er að byrja þetta miklu krafti og
vel gert sér. Mjög vel gert. Anna Rakel með mjög góðan skotfót. Já, má ekki gleyma því að hún var í liði ársins og það ekki í Pepsi-deildinni í fyrra. Með stóðsendingahæstu. Hérna reynir hún annan langan bolta en aðeins og langur fyrir Margréti. Katrín er þessum. Og við sjáum það að Þór Káastelpur eru mjög fljótar að vinna boltan. Já, það eru mjög grimmar á miðsvæðinu. Skagastælpur haldunum ekki nógu vel fyrstu mínútur. Já, hér hins vegar Fyrsta skipt sem það er að komast almennilega í miðju núna en Hulda vinnur vel á þessu. Og Sara finnur Huldu aftur. Hulda kemur með langan upp en það er út af. Þór Káa eru mjög grimmar. Það er alltaf ekkert að láta allt yfir sig í dag. Alveg klárlega ekki. Hvaða leikir það er að spila? 4-3-3. 4 aftast. Æ, ég sé þetta ekki. Eru þær ekki bara að spila... Ja, er það ekki? Ég er ekki til að vona því að þær eru að spila... 3-4-3. Já. Andrea... Sér aðeins frá sér en... Þetta bara Söru og hún sendir tilbaka á Söru í markinu. Það opna öllu vel. Þóttur góða yfir sínu völlin. Ákveð alltaf upp. En Ía kemur þessum út af. Smá bras þarna. En svo koma þetta að fá innkast. Það verður gaman að sjá possessionið þessar fyrstu mínútur. Já. Það er nú ekki dreiflega að redda því. En hérna er komið upp alltaf Sara. Hérna er Andrea á miðjunni. Hérna er laum honum upp á Karin Maríu sem gengur ekki. Hér er mikil baráttu á miðjunni. Baráttu á miðjunni Karen Þórisdóttir hefur þarna betur í skallanum en hann bara... Rakel fljótaði hann tilbaka. Já. Rakel og Þór Káa vinna boltan aftur. Þó svo Skagastælpur vinni fyrsta bolta þá er alltaf annar bolti laus og það er yfirleitt Þór Káastælpur mættar. Já. Það vinna vel með að vinna annar boltan. Þessi stundum er bara út af. Fyrstið yfir fyrsta mann en það er vinnan. Nei, vinnan ekki aftur. Bolti bara tilbaka. Það er boltan. Stund á Huldu. Það tilbaka á Söru. Sara fær hann yfir á Rut. Rut fær hann ennþá lengra á Þórgunni. Þórgunni upp á Emilíu en hún er út af. Skagastælpur þar. Nei, Gerði það sig er líklega. Já, gera sig líklega en ekkert verð úr því. Sjáum að Það spila ágætlega hérna aftast og upp miðjuna en þegar það kemur hérna aðeins fyrir frá miðju þá bara... Það verðist eitthvað að klikka þann. Það er ekki að ná að koma honum upp. þétt lið hjá Skagastælpum fyrir aftan miðju. Það er gaman að sjá hvað eru rólegar Þór Káastælpur á eigin vallarhring. Já, það er ekkert stressið. Það er bara halda honum. Bolti kemur hérna upp. Emilíu, finnur Margréti. Missi boll, nei, jú. Svo missir hún hann í smá barningi og Emilíu kloppuð. Það er ekki sagt. Það er spurning. Já, það er ekki hvernig reglum verður á þeim. Nei. Hérna er einhver darraðadans á miðjunni. Já, en Anna Rakel enda með hann. Kemur síðan með hann fyrir en Skagastælpur bæði hættunni frá. Ekki lengi. nei. Það er ekki lengi með boltan. Eins og sjá núna, þá er allt Skagalið á eigin vallarhring. Já, það er... Og mjög þétt er það, 4 hérna. Já, það Tvær er til greinilega
taktíkin hjá þeim er að liggja afturlega og mæta þeim þegar að koma að miðjunni. Já, enda... Það hefur verið að ganga ágætlega en fyrir utan fyrstu, 3 mínúturnar þegar Þór Káa fekk bara 3 hörkufæri á fyrstu 3 mínúturum. Já, en eftir það hafa þeir skipulað sér vel. Kemur sendingu fyrir en það er enginn. Mjög erfitt að mæta hann 2 stelpum bara... Já, þær verðast vera 2-falda svolítið. Langur fram. Skafstelpur innan. Ég kemur henni upp. 4. Stutt í hotnið og Bergdísi. Bergdís fer fram hjá Söru með skoti. Það er yfir. Þetta er klárlega einhver taktík þarna hjá Skagastapur. Já, en þetta er fyrsta skipt sem koma svona inn á síðasta þriðjungin eða fjórðungin og það enda með skoti sem hefði alveg gett að fara í verð. Já. Þetta var fínt skotstafur og Mjög. Já, þetta var fínt skot. Og Bergdís augljóslega með fína fót, þannig að það verður að passa þetta. Já. Það er alltaf einhver taktík í þessu. Sara Nú Huldur. Andrea fara á miðunni. Hún finnur Rakeli. Rakeli getur skipt yfir á Margréti. Nei, þetta er ekki Margréti, þetta er Emilía. Emilía. Sér út það. Já, dómari leiksins er Marino Steinn Þorsteinsson. Já. Á kamerun okkar er hinn Sindrinn okkar, Sindri Már Stefánsson. Línuverðir í dag, aðstoðardómarar. Aðstoðardómari 1 sýnist mér að vera Ólafur Arnar Pétursson. Já. Og 2. Já. Og 2 skilst mér að sé Bianca, held ég. Já. Held það. Það stendur því miður ekki hérna hjá okkur á leikskýrslunni en hvíslaði því að mér lítið fugl niður á hana það væri Bianca og Ólafur sem tekið sínuna í dag. Það er bara mjög líklegt. Mjög líklegt. Andrea með boltan. Það er rökkuleg niður. Mjög fer hann yfir. Mínu spil. Emilía. Margrét upp í hotnið. Margrét reynir að fara á varnarmanninn. Þetta er hotn. Já, hún vinnur hotspinn út fyrir þessu. Það er að fara. Fengu fínt færi á hann eftir hotspinnu, þannig að hérna, eða svona eftir hotspinnu. Spurning hvort Við það gerir betur. fáum enn betra færi núna og jafnvel komum honum inn. Já. Við viljum fá markileikinn. Já, við klárum að fá markið. Það er alltaf skemmtilegast. Helst hjá svörtum. Helst. Við erum alveg hlutlausir. Algjörlega hlutlausir en... Og hér er hörkufæri. Nei, Kari Maja skallar í slána og Hulda fylgir eftir og skorar. Þetta var... Vel gert. Það gáðist þar aldrei upp. Nei, Ríðast á flott boltan. hotspinna hjá Andreu sem fer hérna yfir á fjær. Dettur á Kari Maja sem skallar hann í slána og þaðan dettur boltinn niður í tegin og Hulda Björg Hannesdóttir er fyrst á boltan og skorar. 1-0. Sængjarnt eða ekki? Jú, ég myndi segja að þetta væri algjörlega fullkomlega sanngjarnt. Mjög sanngjarnt og verðskuldað með að við byrjum leiksins. Þess að fyrstu 12 mínútur hafa Þór Káa verið töluvert betri. Mikið meira með boltan. Og nú er gaman að sjá hvað Skagastapur eiga eftir að gera. Það hafa legið mjög aftarlega, þétt tilbaka og það spurði hvort það er að koma sér eitthvað framar á völlinn. Já, með að vera lentar undir 1-0 og búin að skapa sér 1 hálffæri og meðan Þór Káa hefði búið að fá 4 færi núna og skora 1 mark. Það held ég að þurfa nú aðeins að fara að lyfta tempóinu og stíga aðeins framar á völlinn. Já. Það eru alltaf að bjóða hættur í heim eða liggja svona því að Þór Káa eru klókar að spila því í gegnum þetta. Það eru mjög hættulega stelpur fram á við. Hérna koma Skagastapur og Skagastapur brýtur á Bergdísi. Já, Hulda ekki sátt en... Nei, ég veit ekki með þetta. Ég vil bara gefa Marino það að hann hefði séð þetta og sé hárrétt hjá honum. Treyst honum fullkomlega. Þetta er Marino toppmaður. Já. Kemur langur bolti fram hjá Söndru. Hér flikk Flikki í gegn og smá vesen en Rut kemur í sér burtu.
þær eru Á Huldu. Hulda sínu Andriu. pínu tæpar hana. Já, það er smá brasa á Já, þeim. heppnin datt með þeim. Ég er bara gamla góða öxl í öxl og ekkert dæmt. Nei, Áfram með leikinn. það þarf að lausa fljóta líka. Já. Helvíts væl, sagði maður nú. Ég ekki það þetta, ég heyrði ekkert í honum. Nei. Ég held hann að það sagt Já. það. Mannski lesa. Hérna er Margrét að koma upp Hún vinstra heldur megin. boltanum. Snýr, kemur með hann Hörku fyrir, bolta fyrir. en þarna er enginn og fjær og Kom sér innkast. já, ég kom með þessi innkast. Ágætt sókn þarna, en það bara vantaði einhvern og fjær. Já. Fína sending. Nú eru gaman að Sé ekki neitt. Nei, Þarna, Huldar allan með boltan. já, Ekki lengur. Sara kemur yfir og Rutt. Kemur á tókunni. Anna Rakel, Emilia. Þórgunnur. Aftur á Rutt. Rutt fær hann yfir á Söru. Hún finnur Andriu. Andrea nær ekki alveg að snúa. Hrafnhildur hafði betur þarna. Hérna kemur Sandra með hann upp, en það er beint á Söru. Saga skilur hann tilbaka á Söru og Þórká byrjar upp á nýtt, fær hann á milli. Hér kemur boltinn upp. Þetta er Margrét. Hún heldur boltan. Eva hann á móti, framhjá Evu kemur hann fyrir. Boltinn dettur niður í tegnum en það er hreinsa. Hann láta smá grind í Þórkáðstelpur. Mæta. Sara Hörku bolti. Þetta er hot. Já, flottu bolti en Hafdís náða flikka honum framhjá Margréti og í hotn. Já. Virkilega flottu bolti á Söru hann og gott hlaup hjá Margréti. Það hefði getað verið stórhættulegt. Já. Og nú fá Þórkáðstelpur hotspötu. Spurning hvað. Síðustu tvær hafa verið hættulegar. Já. Þannig að, Ein mjög hættuleg sem endaði með marki. já, þannig að ég vonum klárlega að þessi fari jafn vel á svo síðasta. Gerir það nú reyndar ekki. Útspark. Katrín kemur með hann hérna upp. Það er Andrea sem skallar hann. Sandra skallar hann síðan fram. Unnur í baráttunni. Anna Rakel kemur hann hátt til loftu. Boltinn hérna á Bergdísi. Kemur hann niður. Þessi út af. Út Hún af. er rétt. Já. Svo var tæpur en hann fór út af. Sindri Arnarau eins og hann er oft kallaður. Já. Veit ekki með það. Hann var að leita langa boltanum en voðalega lítið í boði svo sem en gerir þetta árétt send tilbaka og byrjum á nýtt. Færa hérna yfir á Söru. Það er Þórkáðstelpur gætu að halda boltan og sínum allar hann ekki bara. Já, meðan við pressuleysi í það þá gæti það haldið hann við allan dagana. Já. Og meðan það staðan sé 1-0 þá er það bara mjög hægt. Já. Þær þurfa allavega ekki að stressa sig. Bolti hann hefur út. Það er nú spurning. Hulda hefur ekki betur í fyrstu. Talandi Skagastelpur orðið þéttar þá. Saga missir hann, Karin kemst inn í þetta. Það má alltaf ekki gleyma að Þórkáðstelpur er líka mjög Þannig kemur boltinn upp á Unni. Þórgunnur kemur hann út af og það er innkast. Spurning hvort að Ía sé að fara að gera þetta líklega eða fá sitt svona fyrsta alvöru færi. Nei, það er missa lítið af. klaufalegt.
leiðu við það lögur. Utfæran Jón og Söru. Hvað segir hann okkur Söru? Sara Jóra Rutt. Utfæran ennþá lengra. Og Káa bara rólegar. Yfirðar. Þetta engir ástæð til að stressa sig. Nei, eru eitt og lifir og ekki undir neinni pressu frá Ía, þannig að Hérna sjáum við samt þegar bolti færist hann inn á miðsvæðið. Það yfir á vallarhelmingi Skagastelpna. það eru að þétta fyrir. Já, mjög. Það er lætur bolta að fara, Hulda, það fyrir í hann en það er Innkast. hreinsað í innkast. Saga, svona Hulda hittir hann ekki. Nef. Vel, Unni hjá Rutt þarna. Kannski bara Rutt með fínan bolta. mjög fín hugmynd Já, alveg. mjög góð hugmynd. Spurning hvort það er bara talað á aða. Já, það er alltaf möguleiki. Rétt fyrir þann teig, að gera, bara láta vaða. Hún sá betra í stuðinu en hefnaðist ekki alveg. Nei, það mátti ekki miklu muna. Rakel missir hann hérna. Unnur fyrirli á Skagastelpur með að bera boltan upp. Komin að teignum en sendingin á henni beint á Sögu. Saga hreinsar upp á Margréti. Margrét undir miklu pressu þarna og missir hann og er síðan dæmt brotleg. Þetta gerist stundum að missa boltan alltaf að vinna tilbaka. Það verður oft brotlegur. Já. Hér er spurning hvort það séu hættulegar. Það er ruglegar, það er búin að fá fast leikatrið. Nei, þær hafa ekki ennþá fengið boltan eða aukaspinnu sem hefur... jú, þær fengu eina hérna í byrjun. Ekki byrjun, dálítið snemma. Já. Það sem var flikkað inn í og það lentu í smá brasi. Já, alveg rétt. Þannig að nú verða þær að vera á tánum. Já, það eru 5 allavega Skagastelpur hann við Vítatex línuna. Sjáum hvað það gerur úr þessu. Fyrirliðið kemur með boltan fyrir... Nei, þetta var ekki fyrirliðið. Skiptaði mér, þetta var með 13. Hagdís Guðrún Halldórsdóttir sem kom með það fyrir. Ágætt. Rutt. Fyrir Huldu. Þetta var Andriu. Það bakka bara. Þetta fær hann yfir. Ekkilega á miðinni. Rúðum með Þetta bolta en aðeins og langur. Það var skemmtilegt. Tók hann það svo lofti inn fyrir hann. Já. Sýndist þetta. Sér það þegar þegar þeir eru búin að láta boltan aðeins ganga og koma á síðan upp á miðina þá verða þetta allt í beinskiptur og vilja leita hratt fram á við. Mjög. Það hefur líka heppast mjög mikið hjá þeim þannig að Já. það er klárlega eitthvað sem þeir hafa lagt upp með. Klárlega. Og Skagastelpur enn og aftur að missa boltan út af. Sendingarna fram að þeim hafa ekki verið að tengja mikið. Það eru mjög mikið bara svona allt út um allt. Já, það er alltaf Mikið að fara út á og á Þór Káa og jafnvel bara ekki á neitt. Nei. Það er alltaf að fara að vanda sem er alltaf að fara að skapa ykkur almennileg færi. Sóknarleikurinn þarf að vera miklu betri. Hér er ekki Karen. Karin María kemur með hann. Já, heldur honum. Já, sem getur hérna hún skemmtilega, kemur með skoti síðan og það er vel varið. Lúmskott hérna hjá Karin Maríu eftir góðan sprett. Ætlaði að reyna að lauma honum hann á nær en Katrín María sá við henni. Þetta var skemmtilegt. Hóta komin inn í og setja hann bara á nær. Mjög vel gert. En þetta var mjög hættulegi boltar. Fasti niður á nær. Anna Rakel hann knýjar hann tilbaka frá miðju. Góð sending. Já. Öðruvísi. Alltaf gaman að hann gera eitthvað öðruvísi. Ég var reynd til að sjá eina, tvær, þrjár Skagastelpur. Það er kemur með undir horninu og Hörðu, hörku. Hulda með fína bolta fyrir en það er bæði hættur í frá. Og enn og aftur, bara þegar þeir ætla að fara að sækja þá er ekki nema einum á topp hjá þeim og boltinn endar bara alltaf á Þór Káa eða út af. Þannig að
Ég held að Skagastepur þarf aðeins að fara að pæla í sóknarleiknum sér. Þetta er ekki nógu gott enn sem komið er allavega. Nei, ég var bara líka til að sjá 2-3 fara yfir á vallarhelmingi Þór Káastelpar. Setja smá pressu á öftustu stelpunar. Já, við erum aðeins fljóttari fram á því þegar þær eru að vinna bolta. Það er alltaf bara framherjinn sem við mættum upp í öftustu línu og voðalega lítið hlaup í kringum hana, þannig að þetta er mjög... Kannski aðeins og rólegt fyrir Þór Káastelpur að á sínu vallarhelmingi. Já. Það segja upp Skagamaður, þá var þetta full rólegt. Já. Það var þetta Þór Káa, þá var þetta glæsilegt. Já. Því er þetta bara flott. Hlutlaus samt. Já. Bara flott. Mjög hlutlaus. Þannig koma þær upp meðan hægra megin. Kari María leggur hérna út á Huldu. Hulda kemur með hann aftur upp í hornið á Kari Maríu. Kari María leggur út á Huldu. Þetta gerir Hulda vel. Inn í. Og það er rétt náður hreins honum. En Saga nær honum. Mjög fljót á boltan. En það er losa og... Hér er eitthvað, getur eitthvað opnast. Skagastepur komið hérna vinstra megin, komið langan upp. Hulda nær að setja hausinn í þetta. Það er nú að hreinsa allar upp á Andriu. Andriu kemur með hann hérna í gegn Þetta á er ekki Kari Maríu rangstað. og Kari María. Hörku Já. útlöp. Virkilega flott skyndisókn hana hjá Þór Káa. Nú voru, eins og við sögðum á, nú voru margar Skagastepur komnar fram. Þannig að það var ekki þessi pakki hérna fyrir framan teginn hjá þeim og þá náði stungusending í gegn. Aðeins og föst. Þetta hefði getað endað með hörkufæri. Já, mjög fín sókn sem segir en Já. það má heldur ekki taka á útlöpinu. Það var líka gott. Já, virkilega vel gert hjá Katrínu Maríu í markinu. En þetta er kannski, já, þarna eru kannski sjá ástæðuna bara fyrir því að Skagastepur liggja bara með pakkan á sínum vallarhelmingi. Já. Þetta er það sem þeir eru að forðast. Hér hefur Andrea fínt plás en Skástrík sending sem endar hjá markmannum. Hefur ekki bara skráð sem skot á mark? Jú, það er allt skemmtilegast. Í staðan fyrir misjafnaðan kross. Já. Langur bolti fram frá Skagastepur sem endar bara hjá Þór Káa og Þór Káa byrjar upp á nýtt. Þetta hefur séð nokkru sinnum. Já. Bolti vinstra megin á Emilíu. Kemur með hann upp á Margréti. Margrét með smá plás. Finnur Kari Maríu hérna úti. Kari María reynir að fara í gegn en Þessi það ná hreinsa. bæja hættinu frá. Var fyrir einhver smá hnjaski hérna varnarmaður Ía. Vonum að það sé í lagi með hana. Já. Anna Rakel með fína bolta en aðeins meira lífi í þessu núna. Skagastepur eru svona... Það eru átt að sjá þessu. Það er aðeins allt farið að losna líka Þór Káa. Þær eru farnar að ná að búa sér til meira plás. Hvort sem Skagastepurnar eru farnar að bara missa stöðu eða þá að Þór Káa séu einfallega bara farnar að vera klókari. Það gæti verið smá að báðu. Já. Dassa báðu. Dassa báðu. Svo mikla okkur. Það er, þriðja eða fjórða hótspilna Þór Káa? Það eru búin að vera nokkrar og eina mark leiksins kom upp úr hotni, þannig að Það er verið mjög hættulegir fyrstu leikatriðin, þannig að hver er að taka þetta? Er þetta ekki Andrea Mist, búin að koma með stór hættulega bolta fyrir. Mjög flotta bolta. Sjáum hvað þessi endar, hún setur hann stutt á Rut leggur það tilbaka, vitleysu megin enda við. Andrea, hún snýr skemmtilega, kemur bara með skot og það er varið í Samuel. Þessi var flottur. Og hér er sókn ekki búinn, Anna Rakel fær hann með skotið aftur, það er beint á Katrínu. Já, Andrea, enn og aftur eru hornin að gefa stór hættuleg færi á Þór Káa. Og Katrín gerði mjög vel í að verja fast skot frá Andreu hérna áðan. Bara heppinn að hann fór ekki inn. Áðan hérna alveg efst í stöngina. Andrea gerði þetta mjög vel. Gerði þetta listilega vel. Héldum að þetta var að renna út í sendin þegar sendingin kom öfumegin við hana. Það okkur fannst allavega. Já, en enn og aftur eigum við von á kross fyrir. Enda með einhverju skemmtilegu skoti. Líkt og hjá Karin áðan.
stelpur með hérna. Þarna langan upp en beint á önnur Rakel. Annar Rakel finnur Kari Maríu sem nú ekki há í loftinu, hún vann hennan skallabolta. Já, þetta er bara Lista vel og lætur síðan kloppa sig á vörnu. Það er segt. Sandra hérna með hann vinstra megin. Kemur með hann háan upp en beint á varna með Þórkáa. Hulda gerir þetta vel, kemur hann bara tilbaka. Og byrjaður upp á nýtt. Fær hann Adeli yfir á vinstri. Þórgunnur fær hann ennþá lengra upp á Emilíu. Það kemur inn á völlinn, snýr síðan bara og fær hann tilbaka og fær hann yfir. Er ég eitthvað ruglað? Er þetta ný stað sem að Huldabjörg er að spila? Þetta er svona... Hvað er þetta? Kampbakurinn? Ný staða, þú meina það á... Nei, ég held að vera við. Ný staða hjá Huldu? Já, ný stað hjá Huldu. Við erum búin að spila þetta allan. Já. Ég er nú bara að tala um svona yfir höfuð en... Já, þegar hún er að spila með Þórkáa. Já. Já, hún er vanlega á miðjunni eða... Ég hef séð hann einhvern tíðan í miðjunni líka. Já. Þess að er ég að Hún tala. verðist geta leyst flesta stöður á vellinum með þetta, þannig að... Það er bara gaman. Mjög fjölhæfur leikmaður. Já. Hér kom Sem er ekkert nema kostur. bara kostur. En á meðan vorum að bladra þá kom fínt skot hjá Andrew. Andrew. Þessi sveif yfir markið. Hætta því. Já. Fram. Annar Rakel fyrst á hann og boltið eftir næstu í gegn á Andrew. Saga skallar hérna og Rut gerir vel, stígur Unni út. Þannig að þá er hann að læra nöfnin á skagaliðinu. Já, ég er mjög leiður með nöfn þannig að leiði þér bara svona sjá það að mestu. Það er það. Annar Rakel lítur upp, reynir að finna Andrew. Hér er Andrea brotleg. Heldur aðeins í Söndru. Og réttilega dæmdu aukastuna. Þetta er bara hluti af þessu, hluti af leiknum. Aukaspunnar, já, ég er með því. Það er að tala um brotin. Já, það er líka. Það eru henni áttur klukkuna á ykkur öðsynni. Ég held að það sé stilt á þetta blessaða Enni, já. Þannig að hún hérna Það er mjög líklegt. stoppar á 15:30 í hálfleik og eftir leik. Strákbormi Hulda. Við erum komin á 31. mínútu og 40 sekundur. Já. Gerum bara svona. Starta þetta rétt í tíma. Hérna skadastelpur eins og var komið hann aðeins ofar á völlinn. Fljótar. Arna fær hann Þetta er akkurat það sem ég er að tala um sem ég vil sjá hjá Skagastelpum. Það er þessi pressa. En Louisa nær sendingunum svo sem upp á kantinn. Þarna hefur nú verið eftir að dæma brot en það halda boltanum þannig að maður lætur leikinn fljóta. Arna gerir vel. Finnur Karinni. Karin dansar eitthvað á miðjunni og kemur hún sem tilbaka á Louisu. Louisa kemur hún upp á... Já, góð spurning. Já, góð spurning. Hér er allt. Þórkáa boltan, Kari María með skot og það er mark. Glæsilegt mark. Vel gert Kari María. Já. Þetta er bara sjálfstörst. Þóra að taka hann fyrir utan í staðar að fara nær. Já. Skotum ekki fyrir utan teik bara. Nú er ég eins og ekki að sekund það, ég var að reyna að lesa nöfnin hérna á skagaliðinu. Hvað, hérna, sást þú hvað gerist? Nei. Ég var svona að gera það sama þú. En klárlega hörku sókn sem endaði með glæsimarki frá Kari Maríu. Hér eru Skagastelpur rólegar. Það eru 7 eða 8 Þórkáa-stelpur á vallarhelmingi Skagastelpur. Senda mér á Söru. Mjög sterkt hjá Þórkáa-stelpum að bæta við marki. Mjög sterkt. Því að 1-0 fórst er aldrei örugg.
Aldrei. 2-0 strax orðið mun þægilegri fyrir þær. Já, mun betri stað að vera í. Rakel, sem er sög á miðinni. Fært. Réttilega dæmd aukaspilna. Mér finnst það leiðilegt að sjá... Maður er alveg ofan í þessu. Já, mér finnst það leiðilegt að sjá að Skagastálpur eru ekki að pressa meira. Eða sérst pressa ofan á Já, vellinn. maður hefði nú haldið það að þeir myndu færa þessu ofar, sérstaklega eftir að fá annað mark á sig, en Já, það er akkurat málið. það er alltaf bara að halda þessu, það er að liggja aftarlega og beita skyndisóknum sem, já, að mínu mati hefur gert voðalega lítið fyrir það. Já, því miður fyrir Það þær. hafa fengið, smá klass hérna eftir aukaspilnu í byrjun og eitt skot sem var á vítateigshorninu, þannig að, Meira var það held ég ekki. nei, ekki haft miklu að móða þarna fram á því. Ég held að þetta lýsi líka bara mjög góðum leik hjá Þór Káa. Já, þeir eru náttúrulega búin að halda boltanum mjög vel og búa sér til hættuleg færi og eru mjög grimmar á að vinna boltan aftur þegar það missa hann, þannig að, Þessi fyrstu annar bolti, já, ef fyrsti dettur ekki með þá er yfirleitt alltaf annar bolti sem fellur fyrir okkar megin. Já, okkar megin. Sindri, ekki bróðin og hún beða hann að boltafæk. Já, meinar. Katrín er búin að hlaupa nokkra sprettina hérna á eftir boltan. Þeir eru nokkri hérna litlir. Meðal annars Askur. Askur? Já, King Askur. Askur. Hann hefur gott að hlaupa nokkra færir. Helgafríði og svona? Já. Leyfa honum bara verið í helgafríði. Nei, það. Þannig að allavega Sara kemur hann út á Huldu. Hulda kemur hann upp á Karinni. Erfiða sending á sögu. Gerir vel. Þetta var skemmtilega gert. Tók hann tvisvar á hnén. Náði hann niður. Boltinn upp á Andru. Snýr hann skemmtilega vel. Frábærlega gert. Hér erum við að vinna 1-2 metra. Kom upp, kemur hann fyrir. Rétt Karin María rétt missar á boltanum sem verður til þess að Margrét nær skotinu en það er rétt framhjá. Enn og aftur fín sókn og Andrea verð ég að segja besti maður leiksins í dag. Andrea? Svona aðeins sem hefur komið. Hún er hættulegasti maður Þór Káa. Hún er komið fína krossa, fín skot. Flotta krossa, fín hlaup og er að fekk 2 hættuleg færi í byrjun. Ótti skotið þarna sem var rétt varið og mjög hættuleg. Hún er að klárlega hættulegast fara illa framhjá. með varnarmenn í þessu leik. Vel unnið á sögu þarna kemur sér fram fyrir. Hér er mikið kapphlaup. Langur upp í horn. En Sara er á undan, sendir tilbaka á Söru og Sara sendir aftur á Söru. Og Sara á Rut. Já. Það er þetta. Það er aftur á Söru. Þetta kemur upp á Andreu. Nær góðu touchi. Er komin hérna upp hægra megin. Og Já, þetta er komið inn aftur. Dytti út í... Nei, það var skjárinn. Fá segunduröldi. Hulda setur hann á Söru. Sara fær á Rut og Rut getur sett hann yfir á Þórgunni. Já, mjög fýtt dagur hjá enn sem komið hjá þjálfara Þór Káa. Þetta er róleg. Sína stelpur. Natalia Já. Inés Gómez Hugo Esteva. Það vona ég hafi búið þetta rétt fram. Já. Ég held hún sé nú reglulega bara kölluð Natalia Gómez. Já. Ég ákvað að láta reyna á hann. Því fór sem fór. Hérna átti Emilia Kross sem fór í varnarmann út af. Boltan niður, aftur upp að vera megin. Fín völda með Emilíu.
getur ekki platt sig, þetta ekki Nei. langur upp, Sara skjátt hann upp í lofti, beint á Rut sem næra kófunum upp á Emilíu. Emilía reynir að finna Margréti upp vinstri kantinn en sendingin út af og innkastin í á. Það er konar 5 skagastelpur yfir á vallarhring Þór Káa. Það er verið að ná allavega einni alvöru sókn hérna þessar síðustu mínútur í fyrri hálfleik. Já, við höfum ennþá eftir að fá alvöru sókn frá þeim, ekki eitthvað hálffæri eða aukaspinnu utan á miðjum velli. Já. Það er svona kannski fyrir hlutlausa áhorfendur þá væri gaman að fá mark frá skagastelpum. Svo myndi klárlega opna leikinn hans aftur. Já, en við höfum engan áhuga á því. Nei. Þessi samt. Skemmtilega og svona. Já. Þarna vel gert hjá Rakeli, hún vinnur boltan en missir hann aftur. Góð vörn hana hjá Louisu. Já. Louisu. Innkast. Það eru 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. 5 mínútur eftir og Þór Káa verðskuldað yfir 2-0. Þeir eru bara Gæti jafnvel verið meira. Já, klárlega. Það eru með öll tök á þessu leik. Hleður í sendinguna upp. Flott sending. Sendingarna upp í vinstra hornið. Magga nær honum. Og boltinn út af og það er Markspinna. Ingi var á því. Var hann alveg með þetta? Já. Alvon í þessu kallinn. Langur boltinn fram. Spark. Skallar hann tilbaka og Þorgerður út af. Aðeins. Veit ekki hvort að Þór Káa sé bara aðeins farnar að slaka á og bíða eftir að hálfleikurinn komi eða þá að skagastelpur eru aðeins að færa sig upp á skaftið því að þær eru svona ekki það að það sé komið eitthvað færi en þær eru að reyna að færa sig fram á völlin. Já. Hérna er Andrea með hann. Já. Og snýr, sendir bara tilbaka á Huldu. Hulda finnur Nei. skagastelpu þarna hér meginn. Það Sending var ekki sögu en sko Þór Þá var hún ekki. Káa alveg með þess að detti eitthvað kæruleysi. Það er oft hægt í því í svona leikjum. já, það er lítið pressaðar á manni og maður er 2-0 kominn í 2-0 sem er nokkuð þægileg staða og með hvernig leikurinn er að spilast þá ættu þau nú ekki að hafa neina áhyggjur. Nei, Það er með ekki sofna verðinum, ég meina Aldrei. Skagastelpur fengu fínt skot hérna á vítateigshorninu vinstra meginn í byrjun. við höfum allan oft séð leiki detta niður. Hér, það er Andri ekki í krossunum en það er innkast. Þau rauma bara í varnarmann út af. Já. Hér hefur Sara fínt pláss. Aftur á veldu. Þetta kemur inn á vellin. Þetta er baka. Sara reynir að krossa honum með vinstri. Heppnast ekki en enn og aftur þá eru Þór Káa að vinna seinni boltann. Þessi sendingar getur séð stugg. Það er vel unnið. Margrét vinstra megin. Og boltinn út af. Innkast. Takt eru svona örlítið að dofna hjá Þór Káa stelpum fram á við. Já, það er svo mikið eðlilegt. Það er að koma hálfleikur og sem sé, nú var lítið pressa. Jú. Kemur langur bolti frá Söru. Þessi er hreinsaður innkast. Sandra hreinsar þessu út af. Þór Káa stelpum ekkert að stressa þessu. Þetta er nákvæmlega engin ástæða til. 1,5 mínúta í hálfleik og 2-0 liðið. Það er að hækja boltan. Nei. Andri með Krossi. geggjaðan bolta. Þarna þurfti Margrét að sína örlítið meira höryggi. Já, ég hef nú viljað sjá hann að setja þetta á markið. Við erum að tala um að hún Allavega hitta boltan upp set. slæsar hann hana. Já.
markspinna. Já, þegar mínútu til leiksins. Góður á klukku. Já. Mjög svo. Það var Skúli sem getaði það hana. Pabbi? Já. Ég held ég að kent mér þetta bara sjálfur, sko. Nei, það er því. Akkur það? Moment. Herru, það eru. Nú var 30 sekundur hérna í leiksins. Svo Káa. Bara dólaði boltan og kemur hérna aðeins framar. Það eitthvað sem segir mig það að Þór Kárstelpur eru bara bíða eftir að komast í leikli. Ég ætla að segja það. Það er kannski bara meira. Og það er nóg sem að þjálfari Skagastranna hefur að segja. Það er allavega nokkri punktar sem hún getur farið vel yfir sem var með að gera betur. Klárlega. Spurning hvort það er einhverju bætt við. Ég finnst það ólíklegt með gangmála í fyrri hálfleik. Já. Hér náttúrulega er það líkast bara bíða eftir að innkastið verið tekið. Já, ég held að maður sé nokkuð örugglega að fara að flauta til leiksins. Hörku bakgrinn. Já, það hefur nú alveg efni í aukaspinnu en maður er nú segi nei. Já. Nei. Þannig að við komum að hlusta á laginu aftur. Nei, ég held að hann hafi nú Hann er kannski í öru. Já, reikna með því. Þetta finnir kannu að vera rudd. Það spyrir hvort það sé að bæta við mínútu. Þessi er kollrangur en já. Aron lyfti flagginu. Lyfti flagginu en maður er nú saman bara hunskast með það niður. Áfram með leikinn. Enda heldur Þór Kárstelpur með boltanum. Samkvæmt okkar klukku er... Samkvæmt okkar klukku, þetta er klukku sem allir sjá. Já, afsakið sem allir sjá. Er hún komin rúma mínútu yfir. Þannig að... 1,5 hérna. Fer þetta eftir 1,5. Það er nú grift. Bæta við en mínútu fyrir hvert mark sem við skorað. Það var í... Það sé með eitthvað þumalputtareglu á því, veit ég ekki en... Nei, það er bara skemmtilegur okkur. Já. Meiri fótbolti. Meiri fótbolti. Spurning hvort það sé ekkert að líta á klukkuna. Það er alltaf búið að stoppa á alla klukkuna á 45:07. Klikkuðum á því. Hörðu. Hérna er... Hörðu, hörku færi. Þetta í gegn Bergdís. Nei. Og skýtur í huldu. Hulda gerir vel hátna. Bergdís hefði getað klárað þetta aðeins fyrr og aðeins betur. Já, hún hefði getað verið aðeins beinskið þegar hann... Svona að mínum mati. Já, en... Færi. Hér er Marno búinn að flauta. Til hálfleiks. Marno flutt til hálfleiks og staðan er 2-0 fyrir Þór Káa. Og mjög verðskuldað á okkar mati. Algjörlega. Við ætlum að slökkva á að fá okkur kaffi og við komum aftur eftir örskamma stund. Við sæl. Ég heyri ekkert sko, ég heyri bara svona smá bergmál í ykkur.
Með live þá er
Það er eins og að það er leikurinn í gangi. Reynda að hafa þetta svona, reynda að taka sem minnst af öllu öðru. Já, reyna að halda þetta bara skilur. Nokkuð veginn. Jæja, þá er seinni hálfleikur alveg að fara að byrja. Það er nú að gera sig kláran. Og Þór Káa leiðir 2-0 í hálfleik. Mörki skoruðu Hulda Björg Hannesdóttir eftir horn. Það sem Karin María og skalla í slá. Og Hulda Björg fylgir vel eftir. Seinna marki skoraði Karin María eftir að Þór Káa unnu boltann ofarlega á vellinum. Karin María sleppi einu í gegn og kláraði listavel. Og eins og við fórum yfir að með við hvernig fyrir hálfleikurinn spilaðist þá er það mjög sanngjarnt. Það er Emilía komin upp vinstra megin. Setur hann út á önnur rækjunni. Bara tilbaka. Þórgunnur kemur með langan upp, reynir að finna Andreu, heppnast ekki. Þórhildur hérna með boltan. Kemur upp á Karinni, skilur honum niður. Þannig kemur langur bolti upp.
Eva María í kapplupinu en Þórgunnur gerir vel. Sara. Gefa boltan bara frá sér. Byggt á Bergdísi sem, já, á skot/sendingu. Sendingu. Þá hann endaði hjá Söru í markinu. Þannig kemur langur upp. Emilía í kapplupinu en Skagastjarnan koma þess út af. Lúísa sem sparkaði þessum út af. Ég líka að fá vísar aftur enn lægin á þessu. Ekki, já. Kannski betur bara að standa það. Já, þú stingið mér svona 7 sinnum á hann. Það var akkurat málið, sko. Það var rutt með hann. Annar ekkert gefur djúpt niður til að fá hann. Kemur með hann langar hérna upp í horn. Flott sending en Emilía klikkar aðeins á móttökuna þarna og missar hann út af. Skagastjarnan reyna að spila sig upp en Þórgunnur gerir vel. Annar ekkert. Emilía í smá basli hérna í byrjun þenni áleiks. Já. Þórgunnur með innkastið. Emilíu taka, treystir ekki í það. Saga, snýr vel. Kemur honum yfir. Huldu. Hulda færi síðan og var Já, fínt pláss kemur. að bolta þarna upp. Og Já. það Þetta var heppnast ekki ágætlega. skipting sýnist mér í Hálfleik. hálfleik. Síðan Sara verður hann út af, Sara Skaptadóttir og inn á kom er ekki Eygló Erna Eygló Erna Kristjánsdóttir sem kemur inn á í hægri vangbakverðin. Jú. Þannig að, já, Ég sýnist skiptingin það var var fram hjá hann. okkur. En Út klókur allir. það er komið á hreint núna. Já, ég hafði hann skarpari skólakræk. Já. En þú? En ég? Ég held ég hef ekki þorað að fara í það. Ertu skarpari skólakræk í þætti? Við erum svipar skarpir. Ekki með það, þú mátt halda það. Nei, ég held Kemur það. boltinn á Emilíu. Annar Rakel. Rutt. Allt mjög líkt fyrir áleiknum. Þór Ká að færa dútla með hann bara hérna upp völlinn og Þessi út af, nei, þetta er Rángstasi. Treystum Aroni 150% þessu. já. Góður drengur. Já. Langur fram. Hulda í baráttunni Bergdísi. Það fara Eyglóboltan. Kemur upp á Kari Maríu. Kari Maríu reynir að fara þarna á Söndru en setur hann í Söndru og út af. Þór Ká og Ílkast hérna rétt fyrir frá miðju. Eygló. Leður tilbaka á Huldu. Þórgunnur. Langar upp í horn á Emilíu, Emilí smá kapphlaupu við Lúísu. Emilía nær honum, Betur. setur hann í Lúísu út af. Hot. Vel gert. Nær að vinna horn, hann úr mjög erfiðri stöður. Var á undan í boltan og já, bara gerði það eina sem var í stöðuna, að reyna að krossa honum en Lúísa var bara komin eiginlega á sama tíma og þar að leiðandi setur hann í varnarmenn út af. Þetta er svona. Kemur hotspinna. Kemur hár bolti. Það veist bara enginn að taka þennan og Skagastjarnan reynsa. Hulda með hann. Kemur með hann langan yfir. Þessi Og Andreu. Andrea með slaft höts hann og leifir Lúísu að komast inn í boltan. Rakel setur hann tilbaka. Það var Rutt. Anna Rakel.
Gunnar setur hann upp. Leiknir með flotta bolta hérna upp í hlaup á Andreu. Andrea kemur með kross með vinstri. Þetta er hættulegt. Já. Katri gerði vel þarna. Já, mjög vel. Tók hann skemmtilegt touch upp í loftið þegar hann lá og greip hann liggjandi. Já, að gera. Beint af æfingarsvæðinu. Já. Veit ekki með það. Jú. Æ, þetta er milljón sem sást það. Langur bolti fram. Og Andrea full róleg eins og enginn hafi sagt maður. En þá var hins vegar innkastið. Í skiptingu yfir Bergdís færði hann kemur hérna með ja, fín hugmynd hjá Bergdísi að reyna að finna unni í hlaupinu þarna en aðeins svo fastur og framalega. Já, það er allavega að reyna. Já. Þetta er svona að opnast aðeins hérna opnast aðeins svæði hérna upp á kröntunum hjá Þór K núna allavega með við fyrri hálfleikinn þá byrjaði fyrri hálfleikinn þannig að það var mjög mikið upp miðjuna og langi boltar. Núna það finna svæðið þarna frábær sending hjá Sögu. Emil er með flotta fyrirgjöf en það er bara enginn sem er já, hvað er það að segja, bara nógu fljót til að ná þessum. Já, leit út fyrir að hörku boltinn, hann þetta var mjög flott bolti. Og framalega. Já, þetta var bara alveg á bara mjög flottan stað. Þetta er akkurat eins og vilt fá hann, fastan milli varnar og markmanns sem sóknarmenni koma síðan á hlaupinu en Margrét og Andri og Karin voru ekki alveg nógu snöggar fyrir þetta. Flott sókn hana. Já, ég hef viljað sjá aðeins meiri grimmt hana. Rakel skalla boltinn út af. Vísa með innkastið. Það er með unni. Rutt hefur betur og Rutt kemur sér með langan fram. Erfiður bolti. Hafdís bara slokkar eftir honum og lætur hann fara. Og markmannsspinna. Markmannsspinna. Já. Skiptir ekki miklu máli þetta? Ný, einhverjir stafsetningar nazistar þarna. Þeir eru nú fóknast heim. Já. Þeir geta allt sig. Hár bolti upp í loftið, Bergdís tekur hann niður, Saga í baráttunni, Rutt í baráttunni unni. Fín hugmynd þarna hjá Karinni en fullt ára undan. Gló kemur með hann upp hægra megin. Erfiða sendingu, ekki alveg hver átt að fá þennan. Þetta vinnur hann aftur, vel gert. Vinnur Margréti, Margrét kemur með hann upp í Flottur á bolti. Karinni en aðeins svo fastur. Hugmyndi var mjög góð. Já, hugmyndi fín. Vantaði aðeins mér gæðisendinguna. En ekki það að skipti Þór K stafnum svona miklu máli í 2-0. Með að hvernig leikurinn spilast þá er þetta bara keimlíkt fyrir hálfleikum. Já. Ía-stelpur sitja tilbaka og Þór K að færa dútla með boltana á sínum vallarhelmingi og spila bara frjálst upp að miðju. Þá sitja skaðastelpur pressu og það hafa ekki verið að ráða við það allavega enn sem komið er. Nei. Langur bolti fram en hitt á Huldu. Hulda finnur Eygló. Eygló snýr, finnur Sögu á miðjunni. Saga finnur Önnu Rakeli. Anna Rakel með flottan bolta hérna upp á Emilíu, nær hún honum. Já, svarið við því. Kjöfum með fyrirgjöfun en hún er aftur töff. Þetta er ekki mest spennandi leikur sem ég hef hort á. Seinni hálfleikurinn er ekki að bjóða upp á mikið, nei. Nei. Fyrri ákveðlega flottur en við höfum ekki ennþá fengið svona dauðafæri. Við erum að fá fullt slatta af hálffærum og sénsum á að fá sóknir. Það vantar hæslumunni fram á því hjá báðum liðum núna. Já, þá má orða það þannig.
Karani sem kemur með hann langan upp. Smá brasi þarna. Hörðu. Hérna kemur langt skot frá fyrirliðanum. Já. Unni Elvu Traustadóttur sem fer, já, rétt yfir. Þessi bolti svona... Hættulegasta færi seinni hálfleiksins. Já, við getum orðað þannig. Skot frá 35 metrum. Já, svona... Já, það sem að lýsa seinni hálfleik svolítið. Já, hættulegasta marktilraun. Hættulegasta færi var nú kannski hérna Já, sendingin hjá Emilíu áðan. En það var bara enginn sem náði að komast í boltan. Andrea full ákveð hana. Verið stígu á Karinni. Karin var ekki ánægð með það. Nei. Skiljanlega. Þetta er ekki kannski neitt rosalega þægilegt. Nei. En Maren og hinn slakasti þann flautaði. Já, ég ekki stressi sem þessu. Bara auka spilna og life goes on. Já. Handís ætlar að taka þessu aukapinu. Kemur með hann. Það ætla líka svona langan fram. Þannig að þær eru 4 hann að vinstra megin. Rakel fyrst á þennan og setur hann bara út á innkast. Svona þess að ég segi kannski þrátt vera mjög hlutlegs að kannski fyrir leikinn væri skemmtilegt að fá mark frá Skagastálpum. Já, kannski aðeins meiri spennu. Sammála því. En ég ætla samt að segja mig að engan áhuga á því. Nei, já. Skilða vel. Slaft höll þarna hjá Emilíu en Lúísa gerir vel. Solgunur færir hann á Rut. Rut ennþá lengra Huldu. Hulda kemur með hann langan. Hættulegt. Tegin en aðeins svo fastu fyrir Andreu. Já. Hugmyndin bara fín. Má reyna þetta einu sinni líka. Já. Klárlega. Ígló með hann. Enn og aftur langur bolti en bara ekki á neitt. Ígló vinnar hann aftur, setur hann á market. Sögur Saga skiptir vel hérna yfir en Emilía bara rög með að fara í þetta, beið bara eftir að Lúísa myndi taka boltan. En innkastið þó káða. Skagastálpur reisa fram en það er beint á Huldu. Hulda kemur bara með hann aftur baka á Karen. Margrét að detta í gegn en rángstæð og sem gerði ekki á sök þar sem Katrín María í markinu fekk boltan beint í hendurnar. Marino lætur leikinn fljóta eins og alltaf. Hann múið gera það vel í dag Marino. Hann múið láta hann fljóta og er ekkert að fljóta alltaf mikið. Það er svona ángríns það hann sem vill hafa þetta. Nennir ekki alltaf. Já, svo lengi sem þetta fer í rugli sko. Já, en Þú hefur nú verið þekktur fyrir að leipa leikjum upp í eitthvað rugl og leiðindi þannig að... hvað sem dómar er það? Nei, sem leikmaður. Sem leikmaður? Já, menar. Mjög erfitt að leifa leikmaður fljóta þær út inn á. Já, takk fyrir það. Hefur betur gegn Emilíu. En Emilía vinnur hann aftur. Vinnur Margréti. Fastur erfiður bolti þarna. Rut. Huldu. Þetta með langaðan upp á Eygló. En aðeins svo fastur. Já. Enn og aftur er að reyna að sækja og þær... Já, ég hreinlega veit ekki hvernig sóknarskipulagið hjá mér. Það er að náttúrulega bara upp á unnið sem stendur hérna 1 á móti 3 og ekkert verður úr því. Hérna kemur fyrirgjöfun hins vegar. Karin er að næra hann vel niður á Sögu sem á skot með vinstri en það er yfir. Fín tilraun þarna. Fín tilraun. Já, mjög fín. Sást það ekki ást í símanum. Það er ekki rétt hjá þér. Enn er Katrín að hlaupa og ná í bolta. Já.
hálftíma eftir þessu leik og Skarpur eftir. skarpur er í segri en ég vil fara að fá eitthvað örlítið meiri en leik. Það er ekki Andriðu. Nei, það er rétt sér. Seinni hálfleikurinn er búinn að vera fullt auðvitað fyrir mismæk. Þetta er voðalega lítið í gangi og bara einhver hálffæri og langskott. Og lítið alvöru færi. Hérna er Bergdís að koma með hann upp. Já, þetta er bara sóknarleikur í nótskut. Það er bara einhver einn sem leggur á stað og hleypur sér inn í vandræðu og missir boltann. Það er ekkert annað sem er búið að gerast í sóknarleik Skagastefna í dag, því miður. Já, því miður. Margrét missir boltann hana. Maður átti von á meiri hörkuleik í 8 úrslitum sko. Já, ég meina, það eru líka búin að spila fínt, þú veist, er að koma honum inn á miðjuna en síðan þeir á að fara yfir miðju og á síðasta þriðjungi, þá bara gerist ekki neitt, bara, sorry. Þetta er bara hárrétt. Hér tölum við bara í staðreyndum sko. Kastar í á, tilbaka. Hafdís sendur tilbaka á Katrínu. Katrín bara aftur á Hafdísi. Hafdísi tór hann upp. Eva maður ekki með erfiðan bolta tilbaka og ég veit ekkert hvað þær að brasa þarna en það endar með því að annar Rakel bara er grimmari, vinnur boltar af Katrínu og skorar. Þetta er eins klaufalegt og það verður. Þetta er vel að segja en þetta var mjög klaufalegt. Já, lít út fyrir að byrja eitthvað spil á milli þarna aftast, koma hann upp á miðjuna en það kemur svona leiðilegu bolta tilbaka en Hafdís og Katrín já, hvoru vildi ná boltanum einhvern veginn, það er bara leta að vera og annar Rakel fór á milli, skallaði hann yfir þær og skallaði hann sér í markið. Það var mjög klaufalegt. Mjög klaufalegt. En 3-0 og kannski hægt að segja þessi leikur sé langt kominn. Já, ég myndi segja það. Það eru 25 mínútur eftir og leikurinn mjög langt kominn þegar staðar er orðinn 3-0 og ég er ekki búið að skapa sér eitt einasta færi í svona... Það eru konar mjög margar mínútur. Já. Óþarlega margar. Allavega hálftíma. Það áttu eitt skot sem var á 35 metrónum en... Það er spurning hvort maður telli það sem eitthvað svakalegt færi. Það er nú ekki færi, það er bara marktilraun. That's it. Ég missir boltan út af. Og Louisa myndir að taka innkastið. Kastar hann hérna fram. Rakel sterk þarna. Vinnur boltan af Karinni. Finnur Andrea með flotta uttáfótasendingu hérna gegn á Margréti. En Hafdís gerir mjög vel í að koma hann út þar. Hún var mætt á síðustu stundu. Fín sóknarni á Þór Káa. Skemmtileg sending hérna á Andreu. Spurning hvort maður vilja bara hafa fleiri mörk frá Þór Káa-staflum. Það er spurning. Við erum alltaf komið mörk hérna leik. 3 mörk. Báðum við það. 3 mörk komin og með útlitið þá kemur ekkert óvart á að þau myndu setja 1 eða 2 viðbót. Það er ekki ólíklegt. Áfjær aðeins og hár fyrir Karinni. En hún nær honum hins vegar. Snýr, kemur hann tilbaka á Huldu sem kemur með fína bolta fyrir. Saga upp í hann en það er hreinsa. Þórgunni með bolta. Já, beint á Þórgunni. Á önnur Rakelli. Annar Rakel með hurri. slappa sendingu. Og Louisa reynir að brjóta glugga hérna. Tókst ekki. Tókstu ekki. Sem betur verið. Þannig að við geta verið í slæðumálum. Annar Rakel. Baka.
gjöfuna. Bergdís kemst inn í hana og það er hotspinna sem Þór Káa á. Þór Káa hamrandi, við erum ekki búin að segja það. Nei, við heldum bara satt Þór Káa. Já. Þú veistu við erum að gera fullt í tjúr. Sárliðið hamrana. Já. Ekkert lítið, við erum bara svolítið glemt því. Já, maður er ekki vanur. Þetta er eins og maður er ekki vanur að kalla annan flokkinn á Káa Dalvík Reyni Magni. Nei. Það er mjög lengi að kalla það. Já. Þetta er flott hotspinna Þetta er inni. og bolti fer þarna í, hann sá ekki hvort hann fór í varnarmann eða hvort hann fór í Karin Maríu og datt síðan fyrir Margréti Árnadóttur Já, Margrét. pottárum yfir línuna. Ná, viðurkenni ljóstur alveg fyrir mér. Það er 4-0. Eins og við sögum þá, eða svo þú sagðir, þá það var líklegt að fá 1-2 mörg frá Þór Káa Stelnum viðbútt. Það eru konum með 1 mark. Eða 1 Já, mark þetta eftir. kom okkur bara ekkert óvart. Nei. Þá var ég að ljúga. Ég myndi segja hana. Já. Ég lýg ekki. Nefna mjög reglulega. En hvað með það? Lúísa hérna góðum boltaðan, senda hann tilbaka á Hafdísi. Hafdís var hann til yfir á Örnu sem bara flengir honum upp. Saga hérna í baráttinu við Þórildi. Þórildi kemur út á Söndru. Sandra reynir langan upp. Það verður einhver smá barátta en Skagastelpur vinna hann aftur. Hrafnhildur kemur tilbaka á Örnu. Arna upp á Söndru. Og það er aftur tilbaka. Áfreynar fara hann yfir en Margrét setur smá pressu þarna. Arna finnur Arinn á miðjunni, setur hann tilbaka á Örnu og Arna flengir þessu upp. Barátta hjá Eygló og Bergdísi sem bara fer út af og innkast sem Þór Káa á. Þarna náðu Skagastelpunum og handaboltanum í nokkra sendingar en eins og sér þá verður ekkert rosalega mikið úr þeirra sóknarleik. Nei, því miður. Ég held svona fyrir Skagastelpur að það þurfi bara reyna að halda smá andliti hérna þessar síðustu mínútur. Svo þetta verður nú ekki alltaf stórt. Fít séns en Rutt kemst inn í þessa sendingu. Bergdís með fína bolta fyrir en það er bara of fáar sem eru að sækja. Það er ekki bara Já, það, já. það er ekki bara það, það er líka bara, það er ekki grimt þarna. Það er bara, Þetta er bara bæði. það eru of fáar sem taka þátt í sóknarleik IA. Hún var ein sem var inn í teig, engin á fjær. Og hér er, Flottu boltinn, Andrea skallar framhjá. já, Alein fær fína bolta þarna frá Eygló en það er bara ekki nefnum almennilegum kraft í skallan og sneiðir hann framhjá. já. En þetta er svona, Þór Káa er að gera skiptingu. Eða Þór Káa hamrarnir Já. gera hérna skiptingu. Út það fer leikmaður nr. 4. Emilía Eir Pálsdóttir. Og inná er að koma leikmaður nr. 3 Tinna Arnarsdóttir. Tinna Arnarsdóttir. Já, nr. 3 Tinna Arnarsdóttir. Hún kemur hérna inn á, hún fer bara á miðjuna sem þýðir að Anna Rakel færist hérna yfir í vinstri vangbakvörð. Tinna byrjar að fara hérna upp í skallabaráttu. Þetta skiptir yfir á Eygló, flottu bolti. Eygló kemur með hann hérna upp hægra megin, kemur með flottan kross fyrir en Þessi allar leið á fjær, sem fjær fyrir ekki á önnur Rakel. Nei, Lúísa gerði vel í að halda Andreu þarna og koma honum í burtu. En enn og aftur koma Skagastelpur boltanum bara helst ekki yfir miðju. Þórgulli skiptir alla leið yfir á Huldu. Fyrir Karinni sem sendir hann bara á gulatreyju. Eva María með hörku bolta fram. Hörðu, Hérna er Já, Ulli já. sloppir ein í gegn en hún setur hann yfir markið. Ha? já, Þetta var besta færi leiksins. þetta er besta En- verið leiksins. Já, Skagastelpur ná ekki að nýta sér þetta. Í stöðunni, Stöðunni 4-0, 20 mínútur eftir. Fer dettur unnur fyrirlið Skagakvenna í gegn ég ætla og fer fram hjá markmannum. Boltinn er boppandi en maður setur bara þá kröfu á það þegar þú ert komið fram hjá markmannum að þú náir að senda hann í aukt markið. já. En óöfinn hana. Það sem ég ætla að segja var að í stöðunni 1-0 hefði nú líklegast
bolti farið inn. Ég held að þetta sé svolítið mikið kæruleysi bara líka. Já, ég ætla ekki að skráða þetta á kæruleysi, skráða þetta frekar á andleysi. Eða andleysi. Kannski komin aðeins lengri eins og ég. Munurinn á andleysi og kæruleysi. Andleysi? Það er þegar þú ert alveg að gefa Já. Kæruleysi eins og við tölum hjá Þór Káa í byrjun, það mætti ekki vera kæruleysi þó að þetta væri þægileg staða. Ekkert að slaka á. Hárrétt Alli. Gott þú sért alltaf að læra eitthvað nýtt sinni. Já, og það frá þér. Og það frá mér. Getur ekki liðið vel með það. Við lífum bara ágætlega. Hulda. Reynir langa bolta fram, en skallan í burtu en ekki lengra en á Andreu og Andra kemur hérna á ferðinni fyrir Tinnu. Tinna færir hann bara út á önnur Rakkeli. Annar Rakkel með flotta fyrirgjöf en já. Þetta var frábæð bolti fyrir. Flott fyrirgjöf, ég veit ekki hvort að ég sá ekki alveg hvort að Margrét hefði getað náð hann með hvort hún hefði hreinlega bara beygt sig. Hvort að Karin hafi öskrað að hún myndi taka hann í laupinu en veit það ekki, sá það ekki og heyrði það ekki. Ég ætla að líta tækifærið á mann boltir svo svolítið út úr leik. Minnast á Tinnu og Sögulíf. Ég er mjög ánægður að sjá þér í vettlingum. Ég er mikill vettlingamaður og spila nú öll í vettlingum, þannig að þetta er, mér finnst það gaman að sjá þetta. Já, það er mjög gaman að því, sérstaklega það sem er 12 stiga hitt. En Skagastelpur gerir skiptingu. Já. Það fór leikmaður nr. 18, Bergdís Fanny Einarsdóttir og inn á kom leikmaður nr. 5, Halla Margrét Jónsdóttir. Skiptingin var þannig að Bergdís fer út af, Halla kemur þá inn á miðjuna, Louisa fer þá á vinstri kantinn í stöðunum á Bergdísar og sé nú ekki alveg hver er dottir hérna niður í hægri bakverðin sem Louisa var í. Spurning hvort það hafa bara jafnvel breyttu leikkerfi. Það er leikmaður nr. 4, Hrafnhildur Arín, hún dettur niður í hægri bakverðin. Kemur hárbolti fram, Tinna í baráttunni með Þórildi. Þórildur með hérna, reynir að finna Evu. Gert hérna, já. Þórgunni, vann þetta vel. Flott spil hérna. Hvað gerir Margrét, komið með hann upp vinstra hornið. Leggur hann tilbaka á önnur Rakkeli sem kemur með flottan bolta fyrir og nú vil ég sjá. Nei, enn og aftur er Andrea ekki að ná að hitta á markið. Nei. Já, Andrea er búinn að fá núna 2 flott skallafæri. Mjög flott skallafæri. Fekk 2 góð færi í byrjun líka en hún bara ætlar ekki að skora. Átt sem skot sem var rétt svo aðri í stöngina. Þannig að henni er ekki ætlað að skora í dag. Nei, henni er búin að vera einhvers sér mjög góð. Mjög góð, þó hún hafi ekki skorað. Hún er búin að vera svona með þeim hættulegri framhæði eða í sóknarspili Þór Káa. Annar Rakel kastar á Tinnu. Tinnu leggur hann bara tilbaka og annar Rakel hengir á nýður á Huldu. Hulda setur hann upp á Eygló. Flott skipting þarna hjá þeim. Mjög hratt líka bara. Já. Hún fljótur að þessu. Flottan bolta fyrir, fastur. Það er ná að díla við þetta. Kom hann upp á Louisu. Louisa reynir að fara í kapphlaup við Huldu en Hulda er einfallega bara sterkari og stígur hann út og vinnur innkastið. Þá er skipting hjá Þór Káa. Það fer það er 2-föld skipting. Það fyrir leikmaður nr. 10 Þórgunni Þorsteinsdóttir og nr. 6 Karin María Sigurgeirsdóttir. Ef að Arnaraug mín eru ekki að plata mig þá sýnist mér inn á koma leikmaður nr. 17 Arnarsól Sævarsdóttir og nú bara kem ég að fjöllum. Við verðum ekki að segja Aldís María Jóhannsdóttir. Þarna snýrum við og ég sá töluna, nr. 11, Aldís María Jóhannsdóttir, hún kemur í vörnina fyrir Þórgunni og Arnarsól fer upp sem hægri kantur, /striker fyrir Karin Maríu.
að gera að leyfa fleiri stelpum að fá tækifæri þegar staðan er svona. Já, klálega. Þannig að Margrét við komum með hann. Svona sögu, Saga líftur honum í gegn. Þá er spurning hvort að Andreu. Nei. En Andrea bara... Já, ég held hún væri með hann, en... Hún Sama hélt hér. annað. Já. Eða þá Katrín hafa bara gert mjög vel í markinu og bara verið mætt á undan. Svo er það alltaf að möguleiki, sko. Anna, fyrsta þess að hennar er út af. Búið að vera topp fótboltaður. Já, flott veður, smá góla en minni bestu vitund er mjög hlýtt allavega hérna inni. Það er mjög gott að vera inn í okkur allavega. Það er ekki á... Já, eins og ég sagði það, það eru 12 gráður, ég hafði hárrétt fyrir mig þar. Slappið svíkur ekki. Nei, Snapchat klikkar ekki þegar þú þarft að vita hvað er heitt úti. Hérna ætlaði að reyna að hreinsa fram en það er bara kicks og beint út af. Ég var að segja Rétt rúma 12 mínútur Já. eftir. Ég var að gefa Sindra nafnum mínum á kamerunni það að hann er búinn að standa sig mjög vel. Sindri klikkar ekki, Nei. það gerir hann seint. Stórt shoutout á Sindra. Leikskólakennara. Af hverju hlærð þú að því? Ég skildi ekki að hrúst þar að segja leikskólakennari og alveg geta sagt bara þjálfari. Já, ég meina þjálfari og leikskólakennari. Það er ekki margir kallmenn sem eru leikskólakennari, bara einn af þeim. Hárið. Það gerir starfið sitt prýðisvel. Já. Hérna er Margrét að detta í gegn, en Hafdís hafði betur og kom boltanum í horn. Við fáum 5. markið núna frá Þór Káa. Þessar hotspinnur og þessi föstuleikatri hafa reynst Skagastelpum erfið. Já. Og hvort sem það Þór Káa séu búin að æfa það mjög vel eða Skagastelpur séu bara ekki klárar í föstuleikatri, ég veit það ekki alveg. Það sé ekki bara margt sem spilur inn í þar. Já, getur vel verið. Andrea er allavega hérna að fara Það er allavega ekki... hotspinna. Það er allavega alveg í takt... Það er í takt í leikinu að þið myndið skora. Hérna kemur hotspinnan Þetta er... á fjær. Arna hérna... Nei, þetta var ekki Arna. Hulda er komið með hann. Það var Brynhildur sem fór hérna í hann. Brynhildur sendur hann hérna út á önnur akkili sem var bara Urður. skot en það er ekki sérstakt og það er bara framhjá. Það er satt ekkert að því að láta reyna. Nei, alls Þetta ekkert er bara... Hugmyndin alltaf flott þegar menn reyna að láta vaða markið en Hér eru Skagastelpur... já, Þetta er búið að skiptingu. út af fer vinstri bakvörðurinn Sandra Ósk Alfreðsdóttir og inn á er að koma leikmaður Já, hún sýnir Aroni númer en ekki okkur. Þetta er... fínt ef við fengjum að sjá þetta. Halló. Og beða Sindra að öskra á hann og snúa sig við. Það væri mjög skemmtileg sjón. Óþarfa leiðindi. Já. Kemur í vinstri bakvörð. Vinstri bakvörðurinn. Það er mjög erfitt að sjá núna hvað hún er. Já, þeim snýr að. Herru, þetta er nýja, held ég. Nýju, Linda Ósk Alfreðsdóttir. Já. Hún kemur hérna inn í vinstri bakvörðurinn. Ætli Sandra Ósk og Linda Ósk Alfreðsdættur séu systur. Veistu það? Nú veit ég ekki, en Það er ekki ólíklegt. það eru báðar Ósk og báðar Alfreðsdættur. Já. Ég ætla bara að reikna með því að það séu systur. Ég ætla bara að segja það hér og nú. Já. Systurnar, þetta á systra skipting. Hérna er Tinna með boltan á miðunni. Gerir þetta skemmtilegt. Brynhildur fær hann aftur yfir á hægri. Hulda með hann. Kemur hann upp á Örnu. Arna snýr, finnur Eygló. Eygló kemur inn. Reynir að finna Tinnu en þetta er ekki nógu góð sending. Þetta spilum bara tilbaka. Smá stress þarna. Bara eins og út allan leikinn, það var óðarlega lítið verið að gerast þegar Skagastelpurnar eru með boltan. Að þungt höts þarna hjá Eygló. Skagastelpur komast inn í hann og vinna aukaspyrnuna. Hárrétt. Hann sá hún hafi mjög mikið tíma
Sónungjala Krá var í öftustu línu hjá Skagastrálpum. Svo kemur bara einhver paniksending þarna fram völlin sem Þór Skagastrálpur komast inn í. Þetta svona... En enn og aftur hefur maðurinn á hárrétt fyrir sér. Hann klikkar ekki. Ef ég væri eftirlitsdómari þá myndi ég hiklaust gefa hann 10. Já. Það bara... Við getum alveg gefið einhvernir hér sko. Já. Við erum í topp aðstæðu. Hérna Tinna, einhvern til baka á Hildu. Brynhildur setur hann á Rutt. Rutt kemur langan upp á hægri kantinn á Eygló. Eygló finnur Örnu. Þarna henni í smá kapphlaupi. Miklu kapphlaupi en þessi bolti er... Nei, það er nútt, það segir Ólafur Aron. Já. Á hlýtur þetta að vera hárrétt. Mikla líkur á því. Mikill fagmaður. Skagastrálpur eiga þá markspyrnu. Langur bolti fram. Beint á Þórhildi sem veit ekki alveg hvort hún ætlaði að senda áfram með það tilbaka en beint til hliðar út af. Eygló. Þórhildur kom með hann aftur. Reynir að finna Unni. Rutt. Brynhildi. Brynhildur og Önnu Rakel. Rakel kemur með hann hérna upp í horn. Flott sending á Andreu. Andrea snýr vel hérna og ætlaði að reyna að lauma honum hérna nær en skotist laft og bara í hliðanettið. Já, Andrea, hún ætlar ekki að skora í dag. Nei. Það var svona með að við færin og annað. En hún hefur spilað leikinn mjög vel. Gífurlega vel. Svona ef við mínum svona út færan í tíma. Já. Sem er aukaðatrið en stann í 4-0. Algjört aukaðatrið. En alltaf gaman að skora eins og þar. Þarna vinnur Tinna vel, 1-2 í loftinu og vinnur boltan. Louisa hérna, spila hann tilbaka. Mikill pressa frá Sögu. Hafdís kemur langan upp, Hulda reynsa beint á Andreu. Smá miskilningur þarna milli Andreu og Önnu Rakelar. En Rutt vinnur þennan. Rutt verið einnig verið mjög góð. Ekkert farið fram hjá Rutt í leiknum. Nei. Rutt hann þessi eina sending hérna sem Unnur fór fram hjá Söru og sett hann yfir. Hérna er Saga með hann. Finnur Andreu tilbaka á Tinnu. Tinna með slappa sendingu út á Önnu Rakeli sem Skagastrálpur vinna. Hérna er boltinn út á Hrafnhildi. Hann missa boltan enn og aftur. Brynhildur reynir að finna Margréti, gerir það. Og bara hæðileg sending. En Þú ert ekkert að skáða þig. Rutt enn og aftur lætur ekki plata sig. Nei. Eygló tilbaka á Sögu, Saga með no pláss. Reynir að finna Tinnu þarna en nú geta það komið 3 á 3. Ná það er að koma með 1 svona sárabótamark. Nei. Rutt segir... Rutt er fyrir. Hún segir bara nei. Já, Rutt segir bara nei. Hingað ekki lengra. Ég ætla að vera með hreint lag í dag. Hérna er Andrea komið með hann upp vinstra megin. Og... Já... Þessi er inn á. Skemmtilega gabbreiningu hann, skaut í varnarmanni, fekk hann aftur í sig og fram hjá henni. En ekkert var síðan úr sendingunni hjá henni eins og er. En það er innkast sem Þór káða á. Anna Rakel sem tekur það. Margréti. Tilbaka. Tinna. Tilbaka Brynhildi. Brynhildur yfir á Rutt. Það er Þór Skagastrálpur að gera þetta mjög vel. Kemur fína fyrirgjöf á Andrea. Andrea með fína bolta þarna í gegn. Þetta verður mjög skemmtileg stóðsending. Mjög flott stóðsending. Ef svo hefði verið, já. Ef svo hefði verið. Katrín neglur hann hérna upp á Louisu sem
nær hún eitthvað ekki, þannig að það var þetta kannski ekki beint á hana. Það er skipting hjá Ía. Það er að fara leikmaður númer 16 síðan, já, fyrirliðin Unnur Elva Traustadóttir. Hún er að fara hérna út af fyrir Enn og aftur sjá ekki númerið. Fyrir Hjördísi Brynjarsdóttur, þar sem hún er ein eftir á bekknum. Eygló kastar bakk á Huldu. Hulda setur hann á Rudd. Rudd kemur flotta skiptingu við Unnur Rakel. Anna Rakel á Tinnu. Tinna snýr. Finnur Margréti. Margrét snýr hann skemmtilega og Finnur Rakel hlaupið. Rakel kemur með flottan bolta fyrir og Andrea í baráttunni. En hún skýtur og það er í hliðanett. Já. Nei. Þetta var varið. Maðurinn á dæmi horn. Það sýndist nú, já. Smá Maðurinn á dæmi misskilningur. horn, þannig að við klikkum hana. Já. Það gerst ekki oft. Eða hvað? Ég ætla ekki að skafa því, ég klikka alveg reglulega. Já, ok. Þú ert greinilega fullkominn. Ég kist það sem náttúrulega, já. Ég ætla að gubba bíl. Til lagi. Hérna kemur hornið. Andrea sem tökur það. Kemur að fastan hérna fyrir. En engin mættur. Saga kemur eins og aftur inn í. Inn í hana þetta pakka. Annar Rakel skot með hægrið þarna. Hörku skotin. Beint á Katrínu sem gerir vel í að halda honum. Hún nær hann oft förstu skotum upp úr bara gjössalega engu. Já. Og í þetta skipti með hægri. Hún skýtur með vinstri sérst. Nei, það er betri hótturinn. Já, vinstri er tölvöld betri fóturinn. Já. Ég hef ekki kynnt mér hann nóg vel. Takk fyrir allt með vitað. Nei. Svona að taka allar síðan sendingar og öll sín skot með vinstri í dag. Já. Þannig að kannski hefði getað kveikt á peirunni. Þú ert ekki svo fullkominn eftir allt. Já, erar. Já, hérna er innkast hjá Skaganum. Innkast fram. Saga fór í hendina en hvað veit ég? Ekki neitt. Takk fyrir það. Eva, senda tilbaka. Aldís. Já, senda hann Örnu. Arna í baráttunni Örnu. Nei, við meðum geta þetta alveg rugglega til þessar síðustu mínútur. Við verðum líka haldið á haus. Og káaði við. Við. Já. Árið hjá þér. Það er síðasta mínútan í venjulegum leiktíma. Já. Þetta er búið að rosalega setnáleikur. Það er bara... Það hefur bara mjög lítið gerst. Ég ætla nú ekki alveg að vera svo harður á því að það er mjög lítið gerst. Hann hefur farið mjög stigvaxandi og verið... Já. Seinni hlutin á honum hefur verið mjög skemmtilegur á mínum mati. Já, hann var kannski Rudd að sjálfsögðu að sparka boltanum í burtu. Já, markspinna. Markspinna. Skagast ekki búið horn en Magnús sagði bara þvert nei. Kjaftaði, maður á. Sara tekur bara stutt. Huldu. Hulda finnur Tinnu á miðinni. Brynhildur kemur inn á maðurinn. Sendum hliðar á Unnur Rakel. Brynhildur með hann tilbaka á Rudd. Rudd finnur Eygló uppi hægra megin. Eygló með þungt touch, missir boltan. Lúísa gerir vel þar. Arna fær þarna flott sendingu, leggur hann tilbaka á Eygló. Eygló gerir vel þarna. Mjög vel. Kjöfum boltan fyrir, en Margrét bara ekki nógu grimm. Nei. Leyfði varnarmannum einfaldlega bara að fara frá þessu. Brynhildur. Tilbaka á Rudd. Spurning hvað maðurinn og bætti við seinni hálfleikinn. Bætti hann ekki tveimur í fyrri? Bætti við tveimur í fyrri. Spurning hvort það er ekki bara eitthvað líkt núna. Hann er vanafastur maðurinn og Já. hann er ekkert að breyta út af vanum. Nei, þú ert alveg með það Já, hreinu. já, þetta verða bara flotta 2 mínútur. Nei, ekki. Alveg flott. Það er 1 mínúta komið núna, þannig að hann er ekki fyrir að horfa á klukkuna. Nei. Klukkan er í hausnum á honum. Klukkan er í hausnum.
að tíminn í hausnum, hann veit hvað tímanum líður. Já. Ok. Ég get lofað því. Ég skal spura eftir. Andri að reyna að spóla sig í gegn. Þetta bara á því að leggja tilbaka. Rakel Tinnu. Tinna skiptir Rut kemur með langan bolta upp í hægra hornið. Eygló kemur með hann fyrir í fyrsta. Magga nær honum ekki alveg og Skagastepur komin í burtu. Louisa snýr þarna og kemur honum á miðuna. Nú, svona besti uppspilskafli Skagamanna örugglega bara í öllum leiknum. Já, sem endar með þetta. Þá eru þess að 2 mínútur Ég koma. þarf að hætta að hrósa þeim. Þú? Já, í hvert skipti sem ég gera það þá klikka þér. Það er ekki bara fínt. Já, þú ert ekki alveg... Æ, ég ætla ekki að segja. Við verðum svona að gefa mærinu það að hann þarf að bæta meira við. Það var náttúrulega sko 7 skiptingar eða eitthvað. Samkvæmt reglunum átt að bæta við hálfri mínútu fyrir hverja skiptingu. En Þetta er svo kalluðu reglubók. kemur í ljós hvað mærinu gerir. Þannig að fara í bæði bók eða let loose spurning. Þannig að wing it, bara eftir eyranu. Þetta 3 mínútur núna yfir venjulega leiktíma. Þarna lítur mærinu á klukkuna. Lítur að fara flauta þetta afkallinn. Þetta sé engum greiði gerður með því að láta leikinn. Þarna flauta það til leiksloka. Örugur. Já, Sigur. örugur og bara verðskuldaður og sanngjarn og allt. 4-0 sigur. Þór Káa. Já. Hafrana. Þannig að þær eru komnar í undanúrslit í bikarnum. Vonandi bara fara þessum allra lengst. Já. Marino. Fullkomin. 10 einhvern. 10 einhvern. Geggjaði Marino. Hvað viltu segja um að leiksa sjá Þór Káa? Sko. Það er mjög erfitt að segja. Það voru jafnar, þetta var Það voru margar mjög góðar, en já, Hulda Björg mjög góð, Andrea mjög góð, Anna Rakel, Rut, Karin Marja. Það var, já, ég held að Það var bara Þór Káa bara heild, sko. já, þetta var eiginlega bara virkilega flottur sigur og það var svona enginn sem bar eitthvað sérstaklega af, en með að við fyrri áleikinn þá verði ég eiginlega að gefa Andreu Mist Pálsdóttur heiðurinn á að vera maður leiksins. Já, algjörlega sammála því. Herru, ég þakka það bara fyrir okkur. Ég og Sindri kveðum hérna í dag og Sindri og Stefánsson líka á myndaðili og sjáumst þá bara afturvonandi í næsta leik. Takk fyrir. Takk fyrir.